Segðu mér frá Knarrarneskirkju. Hver var svona upphaflega hugmyndin á bak við þessa framkvæmd? Já, þetta nú gamall draumur hjá mér að reisa kirkju og við höfum þessa fínu aðstöðu hér. Það eru 6 ár síðan að skóflustungan var tekin. Það var forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem tók hana. Og ég hef unnið þetta svona í frístundum í þessi 6 ár en að sjálfsögðu fengi til liðsveið mjög öfluga listasmiði. Og það má segja kannski að þetta sameini svona 2 áhugamál hjá mér. Ég hef mikið áhuga á þessum gamla íslenska byggingastíl og síðan ég áhugamál guðfræði. Þannig að þetta sameinar svona þessi 2 áhugamál. Nú auk þess ég mjög mikið áhuga á grjótleiðslum og hef dundað mig við að hlaða þessa grjótveggi í kringum hana og þannig að þetta svona bara verkefni til andar og sálar og líkamar, hressandi að vera úti að hlaða grjót og síðan, þetta náttúrulega vitnisburður trú og svona kannski þakklætisvottur fyrir blessun fjölskyldunar bara í lífinu og það að geta lofað Guð svona hérna við heimabæinn náttúrulega mjög ánægilegt í alla staði. Skóflustungan var tekin fyrir einhverjum 6 árum síðan. Gekk þetta svona eins og þú hafðir ímyndað þér? Já, þetta var mestuleyti gengið bara nokkuð vel og það má segja kannski í raun og veru hafi framkvæmdin tekið það fyrir 4 ár vegna þess að ég var að starfa erlendis tíma og gat ekki sinnt þessu en svona já, ég nokkuð ánægður með bara hvað þetta hefur gengið vel. Ég maður sá athugasemd á samfélagsmiðlum ein kirkjan þörf fyrir fleiri kirkjur í landinu og þessi náttúrulega kannski frábrugðin mörgum öðrum. Já, þetta svokölluð heimiliskirkja sem líka nefna kannski bændakirkja en hún sem sagt skráð hjá þjóðkirkjunni og biskup Íslands setti henni máldaga. Það að segja að þjóðkirkjan hefur þá tilsjón með kirkjunni að því að þær athafnir sem það fari fram séu svona í anda þess sem að þjóðkirkjan leggur áherslu á. Og ég meina við erum með fyrsta brúðkaupi núna bara eftir nokkra daga, elsti sonur okkar að fara að gifta sig og þannig að það held ég alveg full þörf fyrir svona kirkjur og svo verða örugglega messur en það verða kannski ekki reglulega messur heldur svona til dæmis í desembermánuði verður svokölluð Nikulásarmessa, það haldið upp á Nikulásardaginn sem verndardýrlingur reyndar úr kaþólskri trú og verk einmitt eftir listamannin sem málaði altaristöfluna í kirkjunni. Hann gaf okkur mynd af Nikulási, heilugum Nikulási og hann var verndardýrlingur sæfarenda og honum þótti vel við hæfi að þetta verk myndi verið í þessari kirkju í tengslu við árabót og útgerðina hér á Vatnsleysuströnd sem var mjög mikil aldamótin. Segðu mér aðeins frá altaristöflunni. Hún við sem þekkjum til, við sjáum þarna andlit sem við könnumst vel við. Já, það rétt. Altaristaflan sköpun Guðs, það að segja að Guð heldur að Kristur hefur verndarvæng yfir fjölskyldinu og heimilinu og náttúrunni og sköpuninni og það rétt að þarna eru kunnulega andlið, það að segja að það eru 5 ættliðir í töflunni. Það langafi minn og amma mín og svo faðir minn og ég og sonur okkar yngsti. Síðan einmitt amma mín sem bjó hér í Knarrarnesi, Margrét Þórarinsdóttir á töflunni. En síðan sameinar Kristur, það að segja, sem svona miðpunktur altaristöflunar, fjölskylduna og heimilið, og náttúruna sem hér allt í kring. Við sjáum Öldurót hafsins, við sjáum Snæfellsnesjökul og norðurljósin og heimilið, torfbæinn, þannig að þetta náttúran og sköpunin og fólkið og kirkjusagan, þannig að það margt í þessari töflu sem mjög áhugavert. Hún mjög íslensk. Já, hún íslensk í alla staði, þó hún sé máluð í Úkraínu, að þá hún íslensk í alla staði og svona samkvæmt ákveðinni forskrift. Það eru aðri munir líka í kirkjunni sem hafa skírskotun í eitthvað úr sögunni. Já, það til dæmis Preddingunarstóllinn eftirgerð af Preddingunarsstól sem á Þjóðminjasafninu frá 1594 sem Guðbrandur Hólabiskup Þorláksson lét gera í Þýskalandi og flutti til landsins. Afar vel heppnuð eftirgerð eftir úkraínskan útskurðarmeistara en hins vegar listamaður sem málaði altaristöfluna Andriy Kovalenko, hann málaði guðspjallamennina á stólinn. Síðan annað verk sem eftirgerð af Ufsa Kristi sem einn af 7 dýrgripum okkar á Þjóðminjasafninu. Krist líkneski frá því 11. öld og var í Ufsa kirkju í Svarfaðardal, mjög vel heppnað. Þannig að það svona verið að skírskota til kirkjusögunar, já, það rétt. Og meira þess að hluti af gólfefninu kemur úr kirkju?
Það rétt, hluti af gólfefninu úr Kálfatjarnarkirkju, gamlir kirkjubekkir sem voru nú aflagðir á sínum tíma og voru geymdir hér í fjárhúsi í mörg áratugi. Að það eru sessurnar úr þeim bekkjum sem voru sagaðar í gólfborð, þannig að þetta hefur allt svona kirkjulega tilvísun í hvað varðar, gólfefni og fleira. Það smá saga á bak við það þegar þið voru að setja upp altarið í kirkjunni, þennan mikla stein. Já, þetta altari steinn sem kemur úr Flekkuvíkurfjöru og ég var þar á gangi og sá þennan stein og hann höfðaði mjög svo til mín. Ég sá hann rúmlega 350 kíló og mikið mál að koma honum inn og undir honum undirstöður sem Ólafur Sigurjónsson í Fossæti, listasmiður, smíðaði og síðan voru við 6 fílhrausti karlmenn sem settu steinin upp á og höfðu töluvert fyrir því. Og svo þegar verkinu var lokið þá liði ekki nema nokkra mínútur og þá ætluðu að fara að taka mynd af smiðnum við steinin. Hann var náttúrulega stoltur af sínu verki. Að þá gerði jarðskjálfta upp á 5,4 og steinninn hann ruggaði til og frá, þannig að þetta var mjög sérstök upplifun og má kannski geta þess að ég er sannfærður það að ef þetta hefði gerst hér í gamla daga þá hefði þetta verið talin tákn og undur að þegar allt sett upp að skuli gera jarðskjálfta. En svo ertu náttúrulega með bara út um gluggana þá sést í eldgos á góðum degi. Já, það rétt. Það bara blasir hér við okkur og var náttúrulega mikil upplifun að sjá það þegar það gerðist og maður átti ekki von á því að upplifa þetta eftir 800 ára hlé hér á Reykjanesskaganum. En sem betur fer þá höfum við ekki orðið mikið var við það og ótrúlega lítið sem við fyndið fyrir mengun, gasmengun og öðru slíku. En við sjáum þetta hverjum degi út bara stofugluggann. Heldur að það komið svo tími að þú þurfir að fá eldklerk til þess að halda einhverja þurfum ræðu í kirkjunniðinni? Vonandi verður það nú ekki, en það má kannski geta þess að krossinn var settur upp í jarðskjálftahrinunni og svona sem ákall það að drottin myndi nú hemja náttúruöflin sem við vorum orðin ansi þreytt á hér, þessari jarðskjálftahrinu. Íbúar hér á Vatnsleysuströndinni fundu mjög mikið fyrir þessum skjálftum og hvað einna mest. En fljótlega eftir það þá hættu nú jarðskjálftarnir að þá kom eldgos. Þannig að, en mér var reyndar sagt það að skjálftavirknin hafi færst til, hún hafi byrjað í Þráinsgildi sem nú hraun sem við stöndum á hér og nú og það vakti náttúrulega óhug að vita til þess, en síðan færðist skjálftavirknin á þann stað sem hún var allra best held ég, það hefur ekki valdið neinu tjóni. En frá kirkjunni í þitt aðalstarf, þú ert að leiða miðflokkinn í Suðurkjördæmi, hvernig að fara inn í kosningaslægin eða kosningabaráttuna núna á þessum skrýtnu tímum? Já, ég er nú sannfærður það að kosningabaráttan verður nú eitthvað lituð af veirufaraldurum, ég held að það sé alveg ljóst. En svo held ég líka að það verði stór máli eins og heilbrigðismálin muni vera mjög í sviðsljósinni í þessari kosningabaráttu. Við bara sjáum það að núna heilbrigðiskerfið nánast ekki að ráða við þetta mikla álag og ef við horfum til Suðurnesjana þá nú atvinnustigið, atvinnumálin, þau eru þar mjög mikilvæg. Allir flokkar hafa sjálfsögðu sína áherslu. Ég hef í mínum störfum í þinginu síðastliðin 4 ár og í fjárlaganefnd lagt mikla áherslu á það að rétta hlut Suðurnesjana þegar kemur að fjárveitingum til ýmissa stofnana eins og heilbrigðisstofnunar, löggæslunnar og svo framvegis. Því miður hafa þessar tillögur ekki verið samþykktar og ég held að sé bara mjög mikilvægt að þingmenn standi saman það að það þarf að rétta hér hlut Suðurnesjamanna vegna þess að við fáum ekki sambærilega fjárveitingar á önnur sveitarfélög á landsbyggðinni, því miður það staðreynd og sýna fram á það með skýrslugerðum frá Reykjanesbæ og fleirum aðilum. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að rétta hlut Suðurnesja og það mun ég leggja áherslu á í þessari komandi kosningabaráttu. Þú heldur ég að Suðurnesjamenn, þeir horfi kannski helst til heilbrigðismálana og atvinnumálana þegar kemur að greiða atkvæði? Já, ég held að þetta skipti miklu máli að sjálfsögðu og auk þess bara líka höfum við náttúrulega samgöngurnar að það skipta líka máli. Ferðaþjónustan, en við þurfum líka að fjölga atvinnutækifærum á Suðurnesjum. Það eru einhæfa mínum mati og við sjáum það sérstaklega í veirufaraldrinum að hvað margir mistu hér vinnuna þegar þess að þeir unnu við flugið og það brýnt að mínum huga að huga nýjum atvinnutækifærum, nýsköpun og lyfta undir fyrirtæki sem eru smá og einkafyrirtæki sem að gera góða hluti eins og Ásbrú og annað slíkt
sem geta vaxið og dafnað og þá þarf umhverfið, það er að segja sem stjórnvöld skapa að vera þeim hagstætt.